Já, sko, upplifun mín af MeToo. Ég var, ég var mjög upptekin af þessu. Ég veit ekki, ég ætla ekki að segja að ég hafi gengið í sælu vímu hérna heima vegna þess að það er ekki til þess að vera sæll og glaður yfir. Þegar svona gerist, þegar svona verður til, það er ekki gleðiefni. En ég var samt svo, ég var svo heitt í hjartanu að vita að loksins átti að gera eitthvað í málunum. Það var svo margt sem átti aldrei að gerast, átti aldrei að líða hérna með samskipti karla og kvenna. Það var til dæmis þetta eilífu klípugangur og káf. Það var verið að káfa á manni upp og niður aftur hlutan alla tíð og maður lét þetta viðgangast. Maður svona dró sig til hliðar. Ég meina, ég var að skríða eitthvað í burtu eða það var einhverjir kallar sem voru að káfa á mér. Það láði mig að skríða inn til borð þess að komast í burtu. En maður gerði ekkert. Maður gerði ekki nokkuð skapaðan hlut. Við ræddum þetta síðastliðinn vetur, ég og þessi vinkona mín, og við vorum svona dálítið vandræðalegir yfir því að okkur fannst ekki að við hefðum orðið fyrir mjög slæmu uppákomum. En svo fórum við líka að velta því fyrir okkur, ég var það bara því að maður var svo samdauna. Það var svo samdauna því að þetta væri leiðilegt. Ég veit það ekki, en sem sagt, ég get samt tekið undir að ég get sagt MeToo á mörgum sviðum. Kannski ekki á þessum allra verstu, bara hreinu nauðungar og nauðgunar stigum. Ég get ekki sagt að ég hef lent í því. En það var alltaf verið að brjóta á okkur öllum. Það var alltaf verið að fara inn á svið þar sem okkur fannst óþægilegt. Það var líka orðbragðið, klámkjafturinn sem maður þurfti að hlusta á. Það voru bara sömu sviðum, það var bara sömu stöðum, í sömu vinnustöðum. Það var endalaus klámkjaftur. Og þetta fór svo, ég var svo tepruleg, og ég er nú ekki mjög tepruleg kona. Ég þoldi ekki svona klámkjaft. Til dæmis var þannig hér í sláturhúsinu. Það var ólíðandi fyrir konur að vinna í sláturhúsinu því að það var einhver siður þar að kallmenn voru alltaf káfandi og klípandi kvenfólki. Það var upptekið að vinna, komið rattan að þeim og káfuð og klipi brjóstin að þeim og tróðu lúkonum undir sloppana og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta var ekki einsdæmi á þessum vinnustað. Þetta var svona. Þetta var eitthvað, ég vil ekki kalla þetta menningu. Þetta var bara, þetta viðgengst á stöðum. Svo voru sumir vinnustæði þar sem að svona var aldrei og þá var það venjulega vegna þess að yfirmaðurinn, verkstjórinn eða eitthvað svoleiðis, hann bara horfði ekki fram hjá svona, hann sagði bara, heyrðu góði minn, svona er ekki stundað hér. Og þar með voru venjulega þessir aumingjar. Þeir lyppuðust niður því þetta var að sýna sig. Það var að sýna sig.
Ég tek nú í þar þessar helvítis píkur eða tussur eða eitthvað. Ha? Þær vilja það. Ofbeldi, heimilisofbeldi, og heimilisofbeldi er aldrei bara eitthvað heimilisofbeldi. Því fylgir yfirleitt kynferðisofbeldi einhverjum heimilismeðlimi. Það er einhvern veginn eins og það fylgi. Ég er ekki að segja það sé óaðskiljanlegt, en það er ég held að sé bara nákvæmlega sama hvort það var kynferðisofbeldi á heimilum eða hvort það var heimilisofbeldi eða bara, já. Það var talað það í sveitinni en það gerði enginn neitt. Já, hann gekk nú skrokk á henni. Hann var nú helvítis ruddi við konuna sína. En það gerði enginn neitt. Og ég kann ekkert svo margar sögur að ég geti sagt eitthvað. Ég veit bara að það var svona. Ég man ekki eftir að hafa heyrt kynferðisofbeldi hjá einhverju fólki sem að ég þekkti. Ég veit að það var orðrómur kynferðisofbeldi í sveitum. Það var orðrómur, en það var aldeilis alveg passað að hafa það inni lokaðan orðróm. Rétt eins og það að ef menn voru gengu í skrokk á konunum sínum með börnunum eða börðuðu sundur og saman. Þetta var lokað. Og það var enginn sem sagði, já, ég nú að geta skipta mér að því friðhelgi heimilisins. Það sagði enginn neitt svoleiðis. Bara gerði ekki neitt. Og maður hefur heyrt sögur af því að þegar manneskjur brjótast út úr svona einhverju og leita ásjár hjá öðrum, kannski sveitinni, að þá kemur í ljós, já, gjörðu svo vel, við skulum hjálpa þér. Ég hef nú alltaf haft grun þetta væri svona. En það var enginn sem sagði, ég man eftir að ég var ekkert að hugsa þetta fyrir löngu síðan, það var enginn sem sagði, Gunna mín, er eitthvað erfitt hjá þér? Viltu að ég hjálpi þér? Þú ert alltaf velkomin hjá mér, komdu bara ef þið líður illa. Það var enginn sem sagði svoleiðis eitthvað. Gunna blessuð þurfti að vera með glóður yfir báðum og handlegsbroti þegar hún leitaði á ásjárst þessa fólks. Þá sagði það, já, ég hef nú alltaf viljað hjálpa þér, ég vissi að það var eitthvað að. En það var enginn sem fór til hennar. Þannig síður að vera farið að gera eitthvað tilraunir við að rjúfa heimilishaldið. En að rjúfa heimilishaldið? Já, það var ekki gert. Þú ferð ekki heim. Og sveitabæjar segir, heyrðu góða mig, þú heldur ekki svona áfram að berja konuna þína. Ég hef aldrei heyrt þá sögu. Nei. En ég hef heyrt að þegar þær hafa flúið, gjörsamlega búnar og sál og líkama, þá hafa það geta flúið á vit nágrannanna í sveitinni eða fólks í sveitinni og það hefur tekið við þeim og hjálpað þeim og sagt ég vissi þetta alltaf. Og ég veit ekki í þéttbýli þá er þetta náttúrulega öðru vísi Það er styttra fyrir konu sem að líður illa að hlaupa yfir götuna til að leita sér bara að þó verður ekki nema smá hugguna heldur en að þurfa að ganga á milli bæja eða stela bílnum til þess að komast. Því venjulega á svona konu ekki yfir á þau bíl. Hvort sem hún er í Reykjavík eða út í sveit. Það er ekki hún sem á bílinn. Það er hann sem á bílinn. Og
og þú hleypur ekki hérna milli 10-20 kilometra vegalengd með börnin í fanginu, en þú kannski hleypur yfir götuna, sko. Þannig að það er auðveldara að losna í þéttbýli heldur en í dreifbýli, ef svona er. Og ég hef stundum hugsað það hvort eitthvað svona er í nágrenni mínu. Me too. Ég er svo algjörlega fylgjandi að svona eigum við ekki að hafa lífið og svona viljum við ekki ala strákan okkar uppi. Við bara viljum það ekki og við getum ráðið því. Við viljum ekki að strákarnir okkar verði svona. Hvorki ég með syni mína eða svona syni, sko. Ég vil ekki að þeir séu að níðast á kvenfólki og fara inn á þeirra friðhelgi án þeirra leyfis.